Tindastóll TV á Sauðárkróki stendur fyrir metnaðarfullum og skemmtilegum útsendingum, aðalega á körfubolta en einnig frá öðrum íþróttum eins og til dæmis meistaradeild KS í hestaíþróttum. En hverjir skildu vera mennirnir á bakvið útsendingarnar? Hvernig byrjaði þetta allt saman? Þetta byrjaði nú eins og annað bara í einhverju fíflagangi og þetta var nú þannig að við vorum svona veltaði fyrir okkur hvernig maður kæmist inn í útsendingar hjá sjónvarpstöðvunum og ég var með fréttamyndir hérna að norðan og það þróaðist nú eiginlega bara þannig að maður fór að taka af leikjum líka og þá var maður að vinna fyrir kannski íþróttadeildina. Það var skipt upp á milli íþróttadeildar og fréttastofu sjónvarps og það var náttúrulega akkur fyrir mann að komast inn í þessar útsendingar sem var náttúrulega bara tvær stöðvar þá. Þannig að þetta byrjaði nú svona með þessu móti Já, með þér og einni vél og að senda upptökur á vídeospólum suður. Já, nákvæmlega. Það var akkurat þannig. Maður tók upp á spólur hérna og svo annarkvort sendi maður þetta með dómarunum eða leikmannunum sem voru að fara suður eða kom þessu á einhvern annan hátt. Þetta var púsluspil. Þetta er öðruvísi í dag. Já, þetta er heldur betur öðruvísi í dag. Já, heldur betur. Aðeins búið að stækka síðan hann byrjaði á þessu. Ég kom inn í þetta 2016 og þá fór þetta á flug. Já, þetta hefur heldur betur farið á flug. Í dag er talsvert meira á bakvið eina útsendingu en einn maður og ein myndavél eins og þetta var í upphafi. Þetta eru svona 5, 6, jafnvel 7 í heildina núna í dag. Við erum með replay og grafík sem ég smíðaði fyrir tímabilið núna. Og við erum að sækja það beint á KKÍ til dæmis, stigaskor og þannig. Er þetta eitthvað sem þú sást fyrir þér þegar þú varst hérna einn á leikjónu með þína einu vél? Ég gleymdi því. Nei, þetta var ekki pælingin einu sinni. Maður þóttist bara góður að komast í gegnum kvöldi, bara með það að vera sveittur hérna. Já, við vorum náttúrulega, ég var með strákinn minn, yngri strákinn í þessu og hann var að hjálpa mér á tölvunni og hann var nú vélstjóri á Arnari og hann var kannski í símanum að hringja á pabbi að gera þetta og þetta og var þá að fylgjast með kannski úti. Þannig að maður átti aldrei, pældi ekki einu sinni í þessu Þannig að þetta er búið að vera mikil bylting. Þetta er hugmynd sem kveiknar af ástríðu og er keyrð áfram af henni. Já, það er keyrt áfram af ástríðunni ennþá og meðan við höfum gaman að þessu og þetta er náttúrulega eins og stendur einhvers staðar, þetta er náttúrulega bilun en það er ekkert að vera bilaður að sérskverki og ég held að þetta hjálpa okkur líka bara í körfunni og íþróttinni bara í heild sinni og þetta getum við tekið meira heldur en og erum að gera, við erum að taka KS-deildina líka og erum með hann í beinni útsendingu þannig að þetta bara svona smá spólast utan á þetta. Það sem afið tímabilinu hefur Tindastóll TV séð útsendingu á 10 leikjum Tindastóls í Dóminósdeild karla og 6 leikjum hjá kvennaliðinu í fyrstu deild, auk bikarleiks í 16 úrslitum hjá hvoru liði. Yfirleitt eru útsendingarnar frá heimaleikjum liðana en það kemur þó fyrir að öllu dótinu sé pakka niður í töskur til að taka upp útileiki. Ég er búinn að fara núna 2 fyrir áramót í Valsheimilið í deildinni og svo á móti Breiðablik í Smáranum og fórum við þangað. Við fórum í Þorlákshöfn einhvern tímann. Já, Þorlákshöfn og Njarðvík og já, bara það sem stöðtöð sýnir ekki, það reynum við að sýna. 1-2 pressa. Mögulega beint niður í svæði. Gæti verið. Þetta er góð vörn hjá Hannesi. Dagur og Pétur að stela honum, finnur Hannes. Hannes er út að tróða þessu. En Bullock blokkar en Bjöggi fylgir vel á eftir og skorar 2 skrið inn í hálfleikinn, jafnar 41-41. Jóhann Þór Ólafsson. Nú er eitt að horfa á leik í útsendingu en það bætir aldrei við upplifununa að það sé verið að lýsa honum. Já, við viljum nú meina það að það svona gefur þessu meira líf. Það er svona, getur kannski gleymt þér ef að gleymist kannski eitthvað atvik eða eitthvað og þú svona spyrir sjálfan þig heima í stofu og veist ekki hvað gerir, þá er ágætt að lýsandinn sé vonandi með þetta á hreinu. Hvernig kanntu við í þessu hlutverki lendir aldrei í því að vita ekkert hvað þú átt að segja? Það getur vel verið en ég þá segi örugglega eitthvað mikið skáðalegt og það kemur þá bara í baki á mér en
Ég tel mig svona að vera nokkuð, hafa ágætis þekkingu á leiknum og hef æft þennan bolta í mörg ár og svona þekki regluna vel, þannig að ég reyni allan að útskýra og eins og fyrir tímabil þá les ég ef það kom einhver reglubreytingur hjá dómurum eða eitthvað þannig til að vera með það á hreinu, þá kem ég því inn í kollin á mér áður en leiktíðin byrjar. En þessi vitneskja líka bara liðið og það sem að gerast hjá því, þú hlýtur að þurfa að vera stöðugt á tánum. Já, það er það er bara ef maður veit af einhverju meiðslum eða eitthvað svoleiðis að þá er oft gott að koma því að í lýsingunni bara svo fólki heima í stofu fari ekki á kommentarkerfin og brjálist út að þessi leikmaður er ekki spilaður eða hvernig sem það er, þá getur oft verið gott að lýsinin sé með þetta á hreinu. Bara svona til að fyrirbyggja misskilning. En nú veitum við alveg með hvaða liði þú heldur, er ekkert erfitt að reyna að gæta hlutleysis þegar þú ert að lýsa þessum leikjum? Jó, ég get alveg viðurkennt það, en þá bara být ég neðri vöruna og held áfram, en mér finnst þetta, mín sýn á þetta er að reyna að vera hlutlaus. Bara það sem mér finnst persónulega leiðilegt að hlusta á önnur aðrar íþróttir eða bara aðra leiki þar sem að lýsandinn er mjög hlutdrægur í annað liðið og þannig að maður reynir að hafa þetta eins hlutlaust og hægt er, en auðvitað kemur það fyrir að maður missi sig, en ég svona reyni þá að afsaka mig ef því er að skipta, en þetta er svona, og við höfum fengið mikið lof fyrir þetta, svona bæði hvað var að hlutleysið og ekki bara hlutleysið, að ég reyni ef það er vel gert hjá öðru liðinu þá hilli því alveg jafnt Tindastól. Maður hreinlega stundum heyrt talað það að það sé munur á því að mæta á völlin og horfa til tífuna, að það hreinlega vanti stundum eitthvað þegar þú ert á vellinum að geta ekki hlustað á lýsanda sem eru vanur að heyra að lýsa leiknum. Já, ég ætla nú að vona að ég verði aldrei það góður lýsandi að ég toppi upplifunum að koma í húsið, en það er gaman að heyra það, en ég hvet nú alla sem að velling geta valdið að koma á svæðið, það jafnast ekkert á við að finna stemninguna og klappið og drununa í húsinu þegar góðri stemningu. Tindastól sigrar, Grindavík og sópar út í 8. úrslitum, 3-0. Tindastóll er á leiðinni undanúrslit. Grindvíkingar eru komnir í sumarfrí. Ég held að þetta hafi mikið að segja fyrir Skagafjörð í heild sinni, því að þetta er náttúrulega bara sýnir hversu gott mannlífi er hér og fjölbreytt, og íþróttalífið hérna er gríðarlega fjölbreytt og þetta er svona bara partur af því, vil ég meina. En við leyfum þessum myndum að lifa. Ég heiti Guðlaugur Skúlason og ég þakka kærlega fyrir áhorfið. Við sjáumst í undanúrslitum.